Tíðni líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis gegn konum og stúlkum í nánu sambandi hefur minnkað sáralítið síðustu áratugi. Ein af hverjum 4 ungum konum er beitt ofbeldi. Lögreglan réðist inn á 2 heimili í Reykjavík í gær og handtók son og móður Quang Les. Lögmaður Les sakar lögregluna að mismuna fólki eftir uppruna og ætlar að kæra aðgerðirnar. Lögreglan segist hafa starfað innan valdheimilda. Myglaðar byggingar, holóttir vegir og illa hirtar lóðir valda íbúum á Hólum í Hjaltadal verulegum áhyggjum. Ríki og sveitarfélag benda hvort á annað og óvissa framtíð þessa sögufræga staðar. Lykillinn að velgengni í starfi að læra íslensku, segir hjúkrunarfræðingur sem flutti til Íslands frá Filippseyjum fyrir 10 árum. Erlendu starfsfólki í heilbrigðisþjónustu hefur fjölgað undanfarin ár. Fjölskylduþátturinn Góðir Íslendingar hefur göngu sína í beinni útsendingu á RÚV í kvöld. Stóru málin verða brotin til mergjar í hverjum þætti og í kvöld verður þjóðin leidd í sannleikann Eurovision. Komiði sæl. Rúm 28% kvenna í Evrópu eru beittar líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi einhvern tímann á ævinni. Tíðnin hefur sáralítið lækkað síðustu áratugi. 28,4% kvenna og stúlkna í Evrópu eru beittar líkamlegu og eða kynferðislegu ofbeldi einhver tíma á lífsleiðinni. Þetta kemur fram í samantekt Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem vakin var athygli á í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna fyrr í mánuðinum. Þar er rætt við sérfræðinga sem telja að hlutfallið sé enn hærra. Tíðni ofbeldis í nánu sambandi gegn konum og stúlkum á heimsvísu hefur aðeins minnkað 0,2% árlega að meðaltali á öldinni. Ein af hverjum 4 ungum konum og stúlkum hefur verið beitt ofbeldi af hálfu unnustæða maka samkvæmt greiningu stofnunarinnar. Margar hafa einnig verið beittar kynferðislegu eða annars konar ofbeldi af öðrum. Ofbeldi er þó miklu meira en tölfræði og bak við hana eru áverkar á líkama og sál. Og í mörgum tilfellum leiðir ofbeldið til dauða. Á heimsvísu voru 83.000 konur og stúlkur drepnar af ásetningi 2024 samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Í 60% tilvika var morðinginn maki, kærasti eða annar náinn fjölskyldumeðlimur. Það þýðir að slíkt morð er framið á næstum því 10 mínútna fresti. Daglega voru morðin að meðaltali 137. Velkomin Jenny Kristín, þú ert teymistýra Bjarkarhlíðar. Tölurnar sem komu fram í fréttinni hérna undan, rúm 28%, koma þessar tölur þér á óvart? Nei, þær gera það ekki. Við sjáum það í Bjarkarhlíð að það er stöðu straumur af þolendum ofbeldis, heimilið er ennþá hættulegasti staður fyrir konuna og útkalls eða tilkynningar til lögreglu eru í samræmi við þetta. Á síðasta ári voru það 1000 og það sem er tæplega 3 á dag. Já, en er til þessi tölfræði, er þetta sambærilegt við Ísland? Eigið þessar tölur og hvernig er haldið utan þær? Nei, í rauninni ekki. Við hjá Bjarkarhlíð höldum utan okkar tölur og kvennaathvarf sínar og stigamót sínar og aðrar þolendamiðstöðvar halda utan sínar tölur og lögreglan birtir sínar tölur líka. En við getum ekki séð í þessum tölum hvort að þetta séu sömu einstaklingarnir sem eru að koma sama á marga staði eða hvort að þetta séu allt saman mismunandi einstaklingar, en við sjáum þó í tölum Bjarkarhlíðar að þegar fólk eða konur koma til okkar að þá er það sjaldnast búin að tilkynna ofbeldið. En það er svona einhver samhljómur þó í tölunu sem rýma við það sem kom fram þarna í fréttinni eða hvað? Já, það er það miður. Já. Nú hefur auðvitað undanfarin ár verið ráðist í alls konar aðgerðir og átök, umræðan orðið meiri þessi mál. Hvers vegna sjáum við ekki tölurnar lækka hraðar en þetta? Samfélag þarf auðvitað að breytast og til þess að það gerist þá þarf auðvitað að leggja áherslu á það að gerendur taki ábyrgð. Það eru auðvitað fleiri þolendur en gerendur sem helgast að því að gerendur þeir beita yfirleitt ekki einu konu ofbeldi. Í 8 stiga tímalínu sem við erum til dæmis að styðjast við þá sjáum við það
að þegar einn þolandi losnar þá gerandi fljótur að ná sér í nýjan þolanda og þannig að það eru oft margir þolendur sem að baki eins geranda. Kærar þakkir fyrir komuna, Jenný Kristín. Og þá að öðru. Lögreglan réðst inn í 2 íbúðir í Reykjavík í gærmorgun og handtók 2 fjölskyldumeðlimi Kwang Les vegna gruns peningaþvætti. Lögmaður segir lögregluna hafa farið offari með refsiverðum hætti, en lögreglan segist hafa starfað innan valdheimilda. Kwang Le var handtekinn í umfangsmiklum aðgerðum í mars 2024 og sætir rannsókn vegna gruns umfangsmikið mansal, peningaþvætti, brot á atvinnuréttindum útlendinga og skipulögð brot á starfsemi. Lögreglumenn réðust inn á 2 heimili í Reykjavík í gær, þar sem annars vegar búa 18 ára sonur Les og tæplega áttræð móðir hans. Lögmaður Les segir aðgerðir lögreglunar í gær hafa verið úr hófi. Lögreglumenn hafi ráðist inn á heimilin, snemma morguns, brotið upp hurðir og öskrað á heimilisfólk. Út af kaupsamningi fasteign sem þá grunar að sé andlag peningaþvættis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti ekki upplýsingar hvort aðgerðirnar tengdust rannsókn lögreglunar á brotum Les. Sveinn Andri ekki lögmaður þeirra sem voru handtekinn en hann segir að kaupsamningurinn sé milli drengsins og ömmu hans og að eðlilegra hefði verið að lögreglan hefði kallað þau til yfirheyrslu væru grunnsemdir kaupsamningin. Fólkinu var haldið í fangaklefa í 12 klukkustundir. Þarna lögreglan að fara fullkomlega offari með refsiverðum hætti, brýtur þannig gegn 132. grein hegningarlaga. Þannig að við munum í framhaldinu kæra þá yfirmenn lögreglunar sem tóku þessa ákvörðun að fara fram með þessum hætti. Sveinn Andri telur að lögreglan sé að refsa fjölskyldumeðlimum Les út frá þjóðerni og þeim málum sem hann sætir rannsókn vegna. Hefði þetta verið Íslendingar þá hefði ekki sætt þessari meðhöndlun. Þetta bara vegna þess að þetta fólk af þessum uppruna, þótt þessi íslenski ríkisborgarar. Og það staðan svo að strákurinn jafnar sig en ég veit ekki með gömlu konuna. Agnes Ósk Martselíusardóttir lögreglufulltrúi segir að lögreglan hafi starfað innan valdheimilda við handtökurnar og gætt meðalhófs. Ákvarðanir handtökur hafi verið teknar út frá rannsóknarhagsmunum. Snjóflóð féll á hóp vélsleðamanna í Skeggjabrekkudal í Ólafsfirði í dag. Einn lenti í snjóflóðinu. Í fyrstu var talið að sá væri týndur í flóðinu. Þyrla Landhelgisgæslunnar og allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu voru kallaðar út á hæsta forgangi og aðgerðastjórn á Akureyri var virkuð. Fljótlega kom í ljós að maðurinn komst sjálfur undan flóðinu og slapp ómeiddur. Lögregla hvetur alla sem hyggja á fjallaferðir á þessu svæði til að gæta vel að sér því mikið hefur snjóað síðasta sólarhringinn og snjóalög því óstöðug. Já, Óli, það hefur gengið á með viðvörunum undanfarna daga og hvernig svo útlitið í kvöld og í nótt? Já, það nú enn læðin hjá okkur og það eru gula viðvaranir á sunnan- og vestanverðu og svo gengur þetta nú nokkuð hratt yfir, fyrst hérna á suðvesturhorninu seinna í kvöld og síðan á öllu sunnanverðu og svona vestan til í nótt og í fyrramáli en skilin sleppa samt aldrei alveg takinu á landinu. Þannig það verður strekkingstur norðaustanátt og snjókoma fyrir norðan, við norðausturendina sérstaklega, en hérna síðra hins vegar verður suðvestanátt skúrir eða slydduél og svona mun skaplegra veður heldur en verður þó allra nyrst. Já, og heldur þetta eitthvað áfram inn í morgundaginn? Já, þetta verður í raun morgundagurinn verður sem með þessa allhvössu norðaustanátt með þá snjókomu allan við norðausturendina en mun skaplegra hérna á sunnan til á landinu. Og svo svo næsta lagi þá líklega seint á mánudag aðfarinu þriðjudags. Þannig að það eiga eftir að koma nokkra Nó í kortunum. Já. En við þessar aðstæður sem munu myndast í kvöld og í nótt, eitthvað sérstakt sem ber að varast? Já, þetta náttúrulega vindhræði, úrkomumagn og náttúrulega skefur töluvert þannig að þar sem eru til dæmis ruðningar fyrir vindur þvert á veg, þar getur þetta hæglega valdið staðbundinu ófærð allavega. Þú ferð yfir þetta allt hér rétt á eftir fréttum. Takk, Óli. En óvissa framtíð Hóla í Hjaltadal. Myglaðar byggingar, holóttir vegir og illa hirtar lóðir valda íbúum þar áhyggjum. Ríki og sveitarfélag benda hvort á annað. Hólar eru einn sögufrægasti staður landsins. Þar hefur verið skólahald og biskupssetur með hléum frá 12. öld. Íbúar vilja fá skýr svör framtíð Hóla. Staðan mjög slæm að þeirra mati. Húsnæði skólans það hefur verið vanrækt viðhald til mjög langs tíma. Og þarf að fara að sinna því af fullum krafti og fólk ekki sammála hvaða leið verið að feta í.
Ákveðið var í desember 2023 að Háskólinn á Hólum kæmi ekki að annarri starfsemi á staðnum en þeirri sem tengdi skólastarfinu beint. Þykir mörgum ástandið hafa versnað til muna. Byggingar eru í slæmu ástandi, snjómokstri illa sinnt og vegir drabbast niður svo dæmi séu tekin. Íbúar og velunarar Hóla hafa miklar áhyggjur og finnst þeir umkomulausir. Kirkjuþing ályktaði nýverið þungar áhyggjur þjóðkirkjunar af stöðunni. Þar var mikilvægi þess að móta skýra stefnu til framtíðar undirstrikað. Varðandi þjónustu á Hólum þá lendum við hér dálítið á milli ríkis og sveitafélags og þar vísa gjarnan hvor á annan í því sambandi. Framkvæmdahópur á vegum ríkisins hefur lagt til að selja eignir háskólans og flytja starfsemi hans að mestu á Sauðárkrók. Íbúar telja að farsælla væri að hlusta á raddir þeirra. Lausnin sé í sjónmáli ef vilji er fyrir hendi. Þá vaknar spurningin hver ber ábyrgð á húsum og umhverfi á Hólum. Við því er kannski ekki eitt einfalt svar. Jörðin Hólar í Hjaltadal eru í eigu ríkisins. Hólar eru í sveitarfélaginu Skagafirði sem sér meðal annars sorphirðuðar. Og þar er Háskólinn á Hólum með 280 nemendur í 3 deildum. Hann gekk inn í háskólasamstæðu Háskóla Íslands árið 2023. Þar er Hóla dómkirkja sem er eign þjóðkirkjunar og svo eru þar íbúðir í einkaeigu. Framkvæmdahópurinn sem skilaði forsætisráðherra niðurstöðu í apríl í fyrra telur mikilvægt að skýra hver ber ábyrgð á innviðum staðarins til framtíðar. Ég held að sé til ráða bara að fara að hlusta á þessar mótbárur og tillögur sem hafa verið lagðar fram til að rétta þennan kúrs af. Íbúar og velunarar Hóla birtu nýverið yfirlýsingu þar sem þeir óska eftir auknu samráði. Ég kann svo sem ekki að segja til hvað skýrir seinaganginn en við erum búin að eiga, það er alveg rétt, við erum búin að eiga í samtali við ríkisvaldið frávítumáli sérstaklega í 15-16 ár. Það sem að vantar kannski er bara að taka ákvörðun af hálfu ríkisins. Hvaða leið vil sjá þeir fyrir sér í þessu? Og þá að öðru. Fleira erlent starfsfólk vinnur á heilbrigðisstofnunum en áður. Hlutfallið hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár. Á sjúkrahúsinu á Akureyri eru rúmlega 4% starfsfólks af erlendu bergi brotin en var rúm 2% árið 2022. Á Landspítalanum er hlutfall erlend starfsfólk nú 10% en var rúm 7%. Og Heilbrigðisstofnun Austurlands er hlutfallið 16% en var tæp 11%. Hjúkrunarfræðingur frá Filippseyjum sem starfar á Landspítalanum segir lykilinn að því að ná árangri innan geirans hér á landi að læra tungumálið. Vendel Viejo fæddist á Filippseyjum og flutti til Íslands fyrir 10 árum. Í Filippseyjum menntaði hann sig í hjúkrunarfræði og var starfandi á spítala þar þegar frænka hans benti honum á laus störf í heilbrigðisþjónustu hér á landi. Hann segir jákvætt fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi að starfsfólk hafi fjölbreyttan bakgrunn. Þau koma með, sérstaklega erlendir hjúkrunarfræðingar, þau koma með frábæra menntun og líka sérstöku reynslu og færni sem geta íslenska kerfið gagnast á. Vendel hefur unnið á gjörgæsludeild Landspítalans í 8 ár. Sumir Íslendingar kunna ekki ensku og ég held að það er mjög mikilvægt. Við erum að þjóna eða hjúkra veikistu sjúklinga Íslands og ég held að sé mikilvægt að við sem heilbrigðisstarfsfólk kunna alveg að tala íslensku og skilja íslensku og þetta snýst bara öryggi sjúklingana okkar. Tungumálastefnu Landspítalans er lögð áhersla á að íslenska sé aðal tungumálið í þjónustu spítalans. Stefnan er að styðja við starfsfólk af erlendum uppruna við að ná tökum á og nýta sér íslensku í samskiptum við sjúklinga, aðstandendur og samstarfsfólk. Já, mér finnst mjög mikilvægt að taka vel á móti erlendu starfsfólki með að veita þeim markviss tungumálaþjálfun og örugg aðlögun í vinnuumhverfi og líka markviss tækifæri til starfsþróunar. Lykillinn til að ná árangri og líka til að vaxa og þróast í starfinu er að læra tungumálið. Ísbjörn, gíraffi, sebrahestur og ljón voru meðal uppstoppaðra dýra sem blindir og sjónskertir félagsmenn Blindrafélags Íslands fengu að þreifa á þegar veiðisafnið á Stokkseyri var heimsótt. Já, það var góð stemming hér á safninu þegar hópurinn kom í heimsókn og fekk að þreifa á dýrunum.
Páll Reynisson sem hefur verið með safnið í 22 ár sýndi safnið og leyfði öllum að þreifa og snerta eins og þeir vildu. Hann hefur meira og minna veitt öll dýrin á safninu og fengið svo færa uppstoppara til að stoppa þau upp. Því að upplifun er svo mikil að þau fá að þreifa. Þó ég segi sjálfur frá þá er þetta náttúrulega einstakt og það var eins og einn góður maður sagði þegar hann var að kveðja okkur hérna árið, já þetta er til á Íslandi og já og það á Stokkseyri. En grínlaust, þá er þetta væntanlega eitt stærsta safn af uppstoppuðum dýrum á landinu. Og ég hef veitt þetta nánast meira og minn allt saman sjálfur, langt yfir 95%. Jæja, hérna höfum við, góði gestir, flottustu kísur í Árnessýslu. Mikil ánægja var með heimsóknina. Kjartan sem er alveg blindur var allsæll. Herri, þetta er flott. Ég er mjög ánægð með þetta. Og þetta er vorferðin, hún er að vísa aðeins fyrr heldur en hefur verið. En við ákvaðum það að koma hérna og fá að þreifa á svona. Hann Páll er svo yndislegur að lofa okkur að koma við. Það skiptir okkur svo miklu máli sem erum blind eða lögblind. Að fá að koma við og finna lagið á dýrunum og hlutunum. Það skiptir öllu máli til að njóta. Og gíraffinn, hann var felldur á stalli sínu svo fólki gæti snert og þreifað hann. Þetta er mjög fróðlegt og skemmtilegt að koma hérna í þetta safn og sérstaklega gaman fyrir okkar hóp að fá að snerta dýrin og finna þannig hvernig stærðin er og útlitið og áferðin og bara alveg magnað. En við vitum hvað margir eru blindir og verulega sjónskertir á Íslandi eins og staðan er í dag. Það eru svona 1800 til 2000 mann sem hafa 30% sjón eða minna. Skemmtiþátturinn Góðir Íslendingar hefur göngu sína í kvöld og hér í útvarpshúsinu er alltaf verið tilbúið. Ástrós Signíðardóttir fréttamaður, hverju eiga sjónvarpsáhorfendur von á í kvöld? Í kvöld eiga áhorfendur von á þætti sem hverfist Eurovision áhuga Íslendinga. Og þau eru hérna hjá mér, hún Hildur Vala, þáttastjórnandi og Hannes Þór, einn af leikstjórum þáttana. Já, Hildur, hverju eiga áhorfendur von á hér í kvöld? Vá. Öllu. Það er allt í boði í kvöld. Við erum með tónlistaratriði, við erum með leiknasketsa, við erum með óuppteknarsketsa og spurningaþátt, þáttalið, viðtöl, bara, já, allt sem er skemmtilegt. Er búið að vera mikið púður í að koma þessum þætti saman? Já, þetta er búið að vera svona algjör sprettur bara síðustu vikur. Það er mikið búið að vinna mikla vinnu og mörg handtök farið í þetta, hvort sem er að skrifa þættina, koma þeim saman, semja konseptið og svo þetta bara leika og henda öllu þessu upp. Þetta er ekkert smára það er ótrúlega starf sem er búið að vinna þannig já, ég myndi segja það. Og í kvöld eru Friðrik Dór og Sólveig Hólm því þetta er halsatraust, en það er ekki alltaf sömu aðstæður. Nei, það er svo skemmtilegt. Það er alltaf 2 gestastjórnendur í hverjum þætti og við erum með 6 þætti, þannig að það er fullt af góðu fólki sem að verða með mér hvert einasta laugardagskvöld og alltaf mismunandi þema líka. Það er skemmtilegt. Frábært. Ég held að sé bara ekki tilefni til annars í óveðrinu sem geisar en að sitja heima í stofu og horfa á góða Íslendinga. Já, takk fyrir þetta, Ástrós Signíðardóttir. Og næst skulum við sjá hvað verður boðið upp á í íþróttafréttum kvöldsins. Munaði heldur betur það fyrir íslenska karlalandsliðið í fótbolta að hafa endurheimt fyrirliðan Orra Steinn Óskarsson þegar Ísland sótti Kanada heim í vináttuleik í dag. Íslandsmótið í sundi í 50 metra laug stendur sem hæst í Ásvallalaug í Hafnarfirði. Við lítum líka við á skíðamóti Íslands, bæði í Hlíðarfjalli á Akureyri og einnig á Ólafsfirði. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér fljótlega eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að tíðni líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis gegn konum og stúlkum í nánu sambandi hefur minnkað sáralítið síðustu áratugi. 1 af hverjum 4 ungum konum er beitt ofbeldi. Lögreglan réðist inn á 2 heimili í Reykjavík í gær og handtók son og móður Kwangs Le. Lögmaður Les sakar lögreglunum að mismuna fólki eftir uppruna og ætlar að kæra aðgerðirnar. Lögreglan segist hafa starfað innan valdheimilda. Myglaðar byggingar, holóttir vegir og illa hirtar lóðir valda íbúum á Hólum í Hjaltadal verulegum áhyggjum. Ríki og sveitarfélag benda hvort á annað og óvissa er framtíð þessa sögufræga staðar. Lykillinn að velgengni í starfi er að læra íslensku, segir hjúkrunarfræðingur sem flutti til Íslands frá Filippseyjum fyrir 10 árum. Erlendu starfsfólki í heilbrigðisþjónustu hefur fjölgað undanfarin ár.
Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld og komið að íþróttum, veðri og skemmtiþættinum Góðir Íslendingar. En þeir kæra sig líklega kollótta sjónvarpsdagskrá kvöldsins, smáfuglarnir sem Jóhannes Jónsson myndaði á Ísafirði á dögunum. Þeir gæddu sér á brauðmolum í sólskininu og á þeim nótum ljúkum við þessum fréttatíma. Takk fyrir samfylgdina í dag, verið sæl.